Mig langar aðeins að byrja á smá könnun. Hversu margir hérna inni nota Facebook hendur? Nú bara örfáir, ok. Hverjir nota Gmail eða Hotmail? Já. Einhverjir sem að hafa verslað eitthvað í gegnum netið, flugmiða eða eitthvað slíkt? Nokkrir. Hverjir nota heimabanka? Ok. Einhver sem notar ekki neitt af þessu? Ekki vera feiminn. Það er engi steinaldamenn, ok. Vitið þið hvað þetta á allt sameiginlegt? Þetta er allt skýjalausnir. Og ég er einmitt hér komin til að fjalla Office 365 skýjalausn frá Microsoft. Og hérna ætla ég aðeins að staldra við þessa vegferð sem við höfum verið á. Þetta byrjaði allt með þeirri hugsjón að hafa tölvu á hverju skrifborði. Svo kom internetið og breytti öllu, tengdi saman fólk og upplýsingar. Og núna erum við komin hana á skýjatímabilið. Og nú skýið er að breyta því hvernig fyrirtæki horfa á upplýsingatækni. Þau vilja í auknum mæli hafa áskriftarleiðir og hafa þannig fyrirsjáanlegan rekstrarkostnað. Þau vilja að fólki sitt hafi aðgang að skjölum og geti unnið hvaðan sem er á hvaða tæki sem er. Jafnt að spjaldtölvur og síma sem fartölvur. Þess vegna var Office 365 skapað. Munurinn á Office 365 og gamla Office pakkanum eins og þið kannski þekkja hann er að þetta er áskriftarleyfi. Þið eru samt með sömu gömlu góðu forritin inn á vélinn ykkar, en það sem er nýtt er þá að hver notandi hefur leyfi á 5 tæki. Þannig að þú getur verið með Office pakkan á vinnuvélinni, heimavélinni, spjaldtölvunni, símanum og eitthvað eitt í viðbót. Og svo getur þú haft aðgang á Office Online. Hvað er það? Það gerir ykkur kleift að vinna saman samtímis í rauntíma í sama skjalinu. Kannski þekki það frá Google Apps eða einhverju slíku. En þetta er gríðarlega sniðugt. Nú, Office 365 er ekki bara Office pakkin, það er líka þjónustur. Við erum með þessa grunnþjónustur hérna. Nú, hver kannast ekki við að hafa sendt skjal í tölvupóstið til nokkur aðila og svo fer allir að vinna í skjalinu í sikkoru lagi og verða til margar útgáfur af skjalinu. Með Office 365 þá þarf þetta ekki að gerast. Þið vinnið saman í Office Online, þið geymið skjali á SharePointinu, þá sjáu þið að það er bara til einu útgáfa, þið sjáu hver vann síðast í henni og þið sjáu hvenar það var gert. Með því að geyma gögnin ykkar á SharePoint eða á OneDrive gagnageymslunni, þá eru gögnin ykkar alltaf í skýinu og það skiptir engu máli ef að tölvan ykkar tapast, skemmist, týnist, gögnin er óhöld. Svo erum við með link, einhver sem þekki það? Link er gríðarlega sniðugt, þú sérð hverjir eru við og ef hann er ekki við, þá sérðu hvenær hann verður við. Þannig að þú getur náði hann instantly bara, samtímis með því að spjalla við hann, þú getur hringt í hann í gegnum link eða tala við hann með vídeói. Og þannig að þú ert ekki að senda tölvupóst upp á von og óvonum að hann svari eftir sinni hentisemi. Færð upplýsingarna strax. Og svo getur þú tekið fundi í gegnum þetta og það getur sparað eitthvað náttúrulega hellingspening, bæði símkostnað og ferðakostnað. Þetta er mjög sniðugt fyrir fyrirtæki sem er með starfsstöðvar, til dæmis í mörgu löndum eða út allt land, að geta bara talað við hvort annað í gegnum link. Og eins ef þið haldið að það væri mjög sniðugt að geta unnið á Facebook, þá eru við með Yammer líka, sem er svona innan fyrirtækja samfélagsmiðl, sem lítur út eins og Facebook, mjög auðvelt að læra á það.
Hérna sjáum við þessa pakka sem í boði. Business pakkin, það sem sagt þessi Office pakki. Svo erum við með Business Essentials sem eru þessar þjónustur. Og svo erum við með Business Premium sem Office pakkin og þjónusturnar. Öllum pakkunum Office Online og OneDrive for Business. Og Microsoft ábyrgist 99,9% uppitíma og þeir endurgreiða standi ekki við það. Þetta gerir það að verkum að þið getið náð fram sparnaði, þið þurfið ekki að vera með netþjóna í húsi. Þið þurfið ekki að kaupa nýjar útgáfur Office, þið alltaf með nýjust útgáfu. Microsoft uppfærir sjálfkrafa. Verða að koma pínulitlar uppfærslur hverju mánuði, takk ekki einu svona eftir í. Áttu þá við fyrir gleistu, þetta verði sem þú fyrir leiguna og það fylgir bara forritið með það? Já. Þetta verðin frá Microsoft með við notenda, einn notenda á mánuði með ársskuldbindingu. Og þá færðu raunverulega nýjustu útgáfuna af Excel og Já, hárrétt. Þegar þið eru komið með allt þetta, þá getið þið unnið hvaðan sem á hvaða tæki sem Hvernig kemur Advani að þessu? Við gefum ykkur ráðvarandi leyfi og varðandi uppsetningu, gefum ykkur áætlunina hvernig best að gera þetta, við getum komið að þjálfun, við getum séð reksturinn og við getum þjónustað. Við erum eins með tilbúna lausnir fyrir SharePoint, ef ykkur vantar innranet eða skjalastjórnun eða málastjórnun, eitthvað slíkt. Við höfum töluverða reynslu. Það við getum tekið Green Energy sem dæmi með starfsstöður í 3 heimsálfum. Þeir vinna saman með Office 365. Menntaskólinn á Akureyri hent út öllu open source dótinu sínu fyrir Office 365. Það eru 70 kennarar, 800 nemendur og 1500 útskrifaði nemendur með pósthólf. Þannig að já, ef þið viljið aldrei þurfa að kaupa aftur Office pakka og viljið geta unnið hvaðan sem upp í sumarbústað til dæmis, hafið þá samband. Takk fyrir mig.